Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það er mikið að gerast í pólitíkinni í Evrópu, sérstaklega í Frakklandi. Kosningin til Evrópuþingsins var þess valdandi að Macron forseti ákvað að boða til kosninga. Fyrir verður í lok þessa mánaðar og svo síðari í 7. júlí. Ástæðan var meðal annars stórsigur flokks Le Pen sem það sem stundum kallað ysta hægrið, öfgahægri, þjóðernishægri, ýmislegt nöfn á þessu. Til þess að skilja þessar pólitísku hræringar í Frakklandi hingað komin í gegnum Zoom Einar Már Jónsson sem við höfum nú rætt við áður ástandi í Frakklandi. Einar, hvað að gerast í Frakklandi? Ég held bara að það skilja það enginn til hlítar. Þessi tilkynning Macrons að rjúfa þing og bjóða til kosninga kom öllum gjörsamlega á óvart. Vegna þess að menn töldu að hans staða væri mjög slæm eftir þessi úrslit Evrópukosningana. Og menn sögðu, einhver sagði held ég, hann að leika sér við eldinn og á að hættu að brenna sjálf á sig og kveikja í öllu landinu. En sem sagt þarna að þetta var eins og staðan þá eru mestar líkur á því að úrkoman verði enn meiri sigur þessar flokks Marine Le Pen, sameiningarflokk þjóðarinnar eins og hann heitir núna. Einar, geturðu skýrt fyrir mér hvers konar flokkur þetta? Þetta flokkur sem náttúrulega yst til hægri. Hann var upphaflega stofnaður, reyndar undir öðru nafni, af gamla Le Pen, kallinum föður Marine Le Pen. Og þá var hann greinilega, það var nokkra áratugi síðan, þá var hann greinilega allra yst til hægri og stuðningsmenn hans voru þá þeir sem söknuðu vissi stjórnarinnar, lettstjórnar Þjóðverja á stríðsárunum og þeir sem gátu ekki sætt sig við úrslitin í Alsírstríðinu sem sagt að Alsír skildi fá frelsi. Og þessi flokkur var náttúrulega megnaður af þessari hugmyndafræði frá heimsstyrjaldarárunum, það sé að gyðingahatri og bara einræðis tilburðum. Svo gamlaðist nú gamli Le Pen og þá var það dóttir hans sem tók við flokknum og það sem hún vakti fyrir henni það var að, eins og menn segja, að afdjöfla flokkin, sem sagt að reyna að gera hana stjórnmálaflokki eins og hverjum öðru. Og eitt af því sem hún gerði, það var að gera flokkin sem sagt stjórntækan. Eitt af því sem hún gerði var líka að skafa á honum gyðingahatrið og skafa á honum tengslin við vísistjórnina og þessa öfgamenn sem vildu halda í Alsír. Og þetta, menn deildu mjög hvað þessi afdjöflun hefur tekist, en hún hefur að minnsta kosti orðið þess valdandi fylgi flokksins hefur stór aukist og hægt og bítandi, sem sagt að nú það komið upp í hámarki, var ekki 31% eitthvað svoleiðis. Og þannig að þessu leyti hefur að tekist, það ekki lengur neitt. Það ekki, menn líta ekki á hann þetta sé öfgaflokkur eins og áður. Menn eru farin að líta á þennan flokk eins og hvern annan stjórnmálaflokk. En það hefur orðið til þá stjórnmálaflokkar til hægri við þennan flokk sem að... Það einn flokkur sem til hægri, það þessi flokkur Semús sem hefur, það alltaf mjög lítið fylgi. Hann hefur vissuleyti stuðlað að því að afdjöfla flokk Marine Le Pen. En hann ekki líklegur til neinna áhrifa. Hann fekk þó að vísu aðeins yfir 5% og því menn kjörna á Evrópuþingið. En hann þykir mönnum vera öfgaflokkur, ótvírætt. Og núna gerist það síðast, hefur það allra síðast gerst, að sú sem var efst á lista, held ég að mjög ofarlega lista í þessa flokks Semús, það var sem sagt sem reyndar systurdóttir
Le Pen, Marine Le Pen og þessna dóttir gamla Le Pen, hún sagði stíli við þennan flokk Semmús að þess heyrist nú í allra nýjustu fréttum og gekk til liðst við frænku sína Marine Le Pen. Þannig að þessi flokkur nú sennilega ekki kannski alveg úr sögunni en hann sennilega mjög áhrifalítill. Hann aðalega haft tilgang að aðstoða Marine Le Pen við að afdjöfla sinn flokk. Hún hefur grætt á því að hafa eitt flokk til hægri við sig sem ennþá verði til þess að benda á að hún sé raunverulega í lagi. En hvert svona erindi flokks Le Pen? Hvað vill hún gera við franskt samfélag? Sko, hún náttúrulega á svipuðu róli eins og aðrir þessir öfga hægri flokkar í Evrópu. Það sé á móti innflytjendum, sérstaklega þjóðerni sinnuð mjög. Hún vildi bara senda þá alla úr landi og svo, eða sem flesta, og svo þarna vill hún bara hygla frökkum einu og öllu, það segja að í öllum þjóðfélagsmálum þá skuli frakkar menn af frönskum uppruna ganga fyrir. Og þá í velferðarkerfinu? Til dæmis, já. Aðgengi að menntun og störfum? Já, og svo vill hún náttúrulega auka völd lögreglunar. Það svo eitt að það skildi alltaf gengið út frá því að þegar lögregluþjónar drepa einhvern, að það hafi gangað fyrst út frá því að hafi verið sjálfsögn, gangað til annað sannara reynist. Það megi ekki sitja þá í gæsluvarðhald eftir að hafa hlunkað niður einhvern bílstjóra. Það hefur verið svona samkomulag í frönsku stjórnmálum að reyna að halda Le Pen og hennar flokki frá völdum. Já, það hefur alltaf verið En núna eftir að kosningarnar voru boðaðar að þá voru einhverjir gólistar að reyna að búa til bandalag þarna á milli, að búa til svona hægri blokk sem að Le Pen myndi náttúrulega verða leiðandi og gólistarnir umverulega bara sem farþegar. Nei, það sannig að það blokkur sem heitir núna Repúblikanar. Það nú vandraði í frönskum stjórnmálum að stjórnmálaflokkar alltaf að skipta nafn. Það æra óstöðugun að fylgjast með því. En sem sé þessi flokkur Repúblikanar arftæki gamla gólistaflokksins. Flokk sem hafði áður mikinn meirihluta í frönskum stjórnmálum og satt oftast í stjórn. En hann hefur verið að færast til hægri og minnka mjög mikið. Þegar Macron var kjörinn, þá minnkaði þessi flokkur, minnkaði fylgi þessa flokk mjög mikið. Og þessi maður sem forseti Eirík Ciotti, hann lýsti því skyndilega yfir að hann vildi að flokkurinn gerði kosningabandalag við Le Pen. Og þá var allt vitlaust í flokknum og fjöldamargir flest allir leiðtogarans risu upp á móti þessu sem Eirík Ciotti hafði boðað og þeir settu hann af sem formann flokksins. En hann heldur því fram að þessi afsetning hafi verið ólögleg og þess vegna sé hann ennþá formaður og það allt að loga þar í illindum í þessum gamla gólistaflokki og það auðvelt að segja hvernig niðurstaða verður. Það heldur að vera svolítið óheppilegt að vera með svona ágreiningum hver raunverulega formaðurinn og hvað það eru bara rétt rúmar 2 vikur til kosninga. Já, þetta flokkurinn eins og hálfgerð upplaust, það aldrei að vita og það semst að þessum hægri flokki hann sé sundrað, svo þannig bara orðinum máttlaust, gjörsamlega. Það sem liggur á bak við þessa ákvörðun Eiríks Ciotti bara hreinlega persónuleg. Hann brennur af áhuga á einu, það að verða borgarstjóri í borginni Nissa og þetta hans minnloka og menn segja, hann ímyndi sér að með því að hafa ganga til stuðnings við flokks Marine Le Pen, þá eiga hann auðveldar að bæði með að halda sínu þingsæti og verða borgarstjóri í Nissa. Þetta svona einhver svona solo game. En sem síðan að þessi flokkur virðist vera nánast í úr sögunni en þarna spurningin náttúrulega hvernig þetta fer. Marine Le Pen yfir 31%, það voru bara rúmlega 50 sem kuss og þannig afskaplega margir sem sátu hjá og spurningin hvernig þeir greiða atkvæði. En kjarni málsins núna held ég að sé þessar miklu óvinsældir Macrons. Hann mjög óvinsæll og ég held að margir hafi
margir hafi kosið flokk Le Pen bara til að ná sér niður á Macron sem hefur alveg misteknast að ná alveg fótfestu í stjórnmálunum. Og hann hefur gert fjöldamargar óvinsælar aðgerðir, núna síðast að minnka atvinnuleysisbætur, áður var hann búinn að draga úr ellilífeyri og annað eftir þessu. En ekki veðmál hans þá að einhver leyti það að vegna þess að hann sé óvinsæll, að þá er í stóru hluta þjóðarinnar, kannski 60% þjóðarinnar, að þá Le Pen eiginlega enn lakari kostur og þá neyði hann þann hóp til að kjósa sig vegna þess að hann er eiginlega eina mótvægið við Le Pen. Það er sennilega útreikningur Macrons. Sennilega reiknar að dæmi þannig að hann myndi fá myndi einhvers konar þjóðarfylking á móti Le Pen. Það sennilega reiknar hann það þannig, en þetta er alltaf algjörlega óviss útreikningur, því að þarna náttúrulega, nú hefur vinstri flokkunum tekist þrátt fyrir allt að mynda einhvers konar alþýðufylkingu á móti Le Pen og móti Macron líka. Og þar eru saman sósíalflokkurinn sem eru sósíaldemókratarnir og líka róttækari sósíalistar undir forystu Mélenchon og margir aðrir flokkar. Þeir verða allt sem er vinstra megin við Macron mun mæta samina til kosninga. Já, það er núna, það virðist nú vera ágætt kraftaverk í að þessir vinstri menn hafa verið svo illilega klofnir. Og það sem að Macron reynir að gera núna, það mun vera að setja Le Pen og þessa alþýðufylkingu vinstri manna saman á einn bás sem öfgamenn. Og hann sé þá að berjast á móti öfgamönnum. Og þarna hann til dæmis, hann hefur verið að ráðast þarna á þessa vinstri samfylkingu eða alþýðufylkingu og segja hvernig geta þessir menn unnið saman, hvernig geta sósíaldemókratar unnið saman gegn gyðingahöturunum í flokki Mélenchons. Því að Mélenchon hefur stutt við Palestínumenn og samkvæmt bara hefur þá það túlkað sem gyðingahatur. En valkosti Frakka í kosningunum verða kannski fyrst og fremst þessir þrír. Það er annars vegar Le Pen, hins vegar saminaðar flokk samfylking vinstrimanna sem að stilli bara upp einum raunverulegum valkosti í kjördæmi, skipti bara á milli sín kjördæmanum og svo í miðjunni er þá Macron. Já, þannig verða þetta sennilega spilin lögð fram þarna í kosningum. Já, því að hefðbundna hægri er eiginlega bara að brenna upp og hverfa. Já, það er horfið alveg. Eða það skal segja komið kannski yfir til Macrons. Þegar Macron var kjörinn þá hafði hann fylgi bæði hægrimanna og hefðbundina hægrimanna og hægfara vinstrimanna. Nú held ég að sé búin að missa þá sem komið frá vinstri, þeir eru farnir aftur til vinstriflokkana. Og þá er eftir eiginlega hefðbundið hægri og það er ókyrrt og ótryggt traust. Nú virðist náttúrulega er alveg ljóst að þegar hann boðaði til þessara kosninga, þá vissum við ekkert hvað hann áður á sig stóðaður, en vissum hvort það væri bara hefði dottið á höfuðið eitthvað svoleiðis, það virtist svo fáránlegt. Og menn gerðu sér grein fyrir að bak við þessi úrslit var óvissin fyrir Macrons. Þess vegna virðist að vera ljóst að þeir sem bjóða sig fram eiginlega af flokki Macrons vilja að hann blandi sig sem minnst í kosningabaráttunni og þeir vilja eiginlega forðast að halda á lofti tengslum sínum við Macron. En staðan í þinginu er þannig að hann hefur ekki meirihluta. Nei, hann hefur alls ekki meirihluta og hann hefur orðið að beita alls konar kunstum til að koma lögum í gegn. En líkur til að ná í meirihluta núna, þó hann hafi kannski litið á að það væri svona möguleiki á því með því að stilla sér upp sem eina valkostur á móti Le Pen, að þær ekkert miklar að hann ná í meirihluta eða hvað? Nei, það er eins og menn segja, það er eiginlega mikla líkur á því að hann bara nú fá
missa hann alveg úr hendinni sér þingið og fái bara á móti sér sterkan þingflokk Le Pen og þá standa hann uppi með Jordan Bardella sem forsætisráðherra og það væri alveg skelfilegt. En mann sögðu að hann hefur ekki haft tvo mjög vonda kosti, annarkvort það sem hann gerði að rjúfa þing, eða þá sitja áfram og vera þá orðin eiginlega rúin öllum völdum. Þetta var svo mikið áfall fyrir þessi úrslitkosningarna að hann hefði staðið upp mjög veiklaður eftir þau. Og þá var eitt sem alltaf vofði yfir, þar sem hann hefur ekki hreinan meirihluta á þingi, að það myndi vera samþykkt vantraust á stjórnina. Og þá hefði getað farið svo að hann hefði orðið að rjúfa þing en við enn verri aðstæður en núna. En það ólíklegt að ykkur af þessu 3 blokkum nái meirihluta, þannig að það verður ríkisstjórn sem byggir á samningi tveggja. Það er fræðilegur möguleiki alveg á því að flokkur Le Pen nái meirihluta. Já, það er náttúrulega, það er stórkostleg breyting í Frakklandi, eða ekki Einar, það er stórkostleg breyting í Frakklandi. Já, það er eins og Ítalíu. Já. Sennilega, en það er aldrei ógerningur að vita hvernig það færi, ef að flokkur Le Pen nær meirihluta, þá er allar líkur á því að Jordan Bardella verði forsætisráðherra og þá bíði bara Marine Le Pen eftir því forsetakosningunum næstur og þá ætli hún að bjóða sig fram og vinna. Þannig að Bardella er bara þá til þess að undirbúa kosningu Le Pen. Ég var einu svona að ræða ítölsk stjórnmál og þá sagði Ítalinn að það sem að gerist á Ítalíu gerist síðar í Frakklandi. Að sömuleyti má segja það að við séum að horfa á það að raunverulega gerast núna því að hinni hefðbundnu stjórnmálaflokkar eftirstríðsárana á Ítalíu eru bara horfnir og týndir að mestu leyti. Þeir eru náttúrulega einhver hluti þeirra er ennþá inni í demokrata bandalaginu sem er líka alltaf skiptu nafnani að það er auðvitað að fylgjast með. Og sama má eiginlega segja í Frakklandi að hefðbundna hægrið er eiginlega að leysast upp í inni ágreiningi og svona erindisleisu og sósíaldemókratarnir eru reyndar náðu aðeins að bæta stöðu sína í Evrópukosningunum en voru til þess í síðustu þingkosningum eins og farþegar með Mélenchon og félögum sem eru þá líkari því að vera arftakar kommunistana eða eitthvað sliðs. Að sömuleyti þá eru að horfa upp á það og svo eru svona framboð eins og hjá Macron sem eru svona veit ekki hvað að kalla þetta, populísk framboð í kringum einn mann eða eitthvað slíkt. Það sem eru frönsk stjórnmál að leysast upp fyrir augunum á okkur. Já, þau eru allavega að breytast mjög mikið. Mjög mikið, Og það er gjörsamlega ómögulegt að spá fyrir því hvað muni gerast, Svo standa vinstri menn veikir vegna þess að klofnings. Nú liggur við að maður geti sagt að Mélenchon sé orðinn darbítur á flokknum, Hann er öfgamaður í tali og hann gerði þessi menn segja hafi verið mistök að byggja sína kosningabaráttu mikið á deilunum Gaza, að styðja Palestínum. Það sem aðrir voru svona bleggja bland, þeir vildu ekki fordæma Ísrael of mikið. Og þessi stuðningu í Palestínu, menn að sjálfsögðu túlkaðu sem gyðingahat. Ég þetta að sjá eitthvað þarna vinstra megin, ég var að tala við konur frönsk stjórnmál og þau voru að segja að vonandi fer bara Mélenchon að fara, þessi gamli kall og gefur fórustum til ykkur yngri kvenna. Já, það er augljóst að það væri best fyrir vinstri menn að Mélenchon dragi sig nú í hlé. Hann er náttúrulega komin til árað sinna og eins og vinkona mín sem þekkir vel til sagði mér þá er hann skaphundur og erfiður í samstarfi. Þannig að hann er, eins og ég sagði, eiginlega orðinn darbítur á vinstrimönnum. Það eru komnir yngri menn sem eru miklu glæsilegri eins og náttúrulega Russland, sem hefur alltaf staðið sig mjög vel og er mjög skarpur. Og svo það núna síðasta stjarnan raunverulega, það er Raphael Glucksmann, sem var númer 3 í kosningunum, eftir Marine Le Pen og eftir stjórnarflokki Macrons og það munaði innan við 1% stigi á Glucksmann og
flokki Macrons. Sem að fór fyrir sósíalistaflokknum, gamla sósíaldemókrata. Já, sko, hann er ekki fyrir sósíalistaflokkin, hann er fyrir sinn eigin smáflokk, en sósíalistar styðja hann. Sósíalistar hafa átt mjög erfitt uppdráttar síðan á dögum Suspens í 1997, eitthvað svoleiðis, man það ekki. En sem sé þarna að þetta er því að kenna sem ég vildi kalla söguleg svik sósíalista. Þegar að bylting frjálshyggjunnar hófst og fór af stað, þá brugðu þeir til þess að ganga eiginlega að gleypa frjálshyggjuna með húð og hári. Þeir sviku þann málstað sem þeir búin að hafa marga áratugi og þegar sem sagt að Chirac tapaði kosningum og vinstri menn unnu og hann var að nefna Jospin sem forsætisráðherra og bjuggust menn við og vonuðu að þá væri hægt að stoppa frjálshyggjubylgjuna, en það gerðist allt ekki. Hann þvert á móti þá tók hann upp ekki aðeins frjálshyggjustefnu, heldur eiginlega meiri frjálshyggjustefnu en fyrr hennar hafði haft, og það sama gerðist með Tony Blair á Englandi. Það var þegar sjálfshyggjubyltingi fór á stað, þá var engin alvarleg mótstaða. Og eftir þetta hefur sósíalistaflokkurinn ekki borið sitt barr, og svona bættist náttúrulega Hollande við sem náttúrulega átti aldrei að vera í þessu embætti. Hann hafði engin bein til að verða forseti, og sósíalistaflokkurinn var komin niður í ekki neitt. Og þá náttúrulega, hann hefur held ég nokkuð duglegan formann núna, en þeir hafa alltaf farið mjög illa út úr kosningum, og það eina sem þeir gátu gert, það var að ganga þetta bandalag vinstri manna, heldarbandalag sem í síðustu kosningum, þá fengur þó nokkra þingmenn kjörna út á því að vera í bandalagi við aðra flokka. Og núna tóku þeir það ráð að styðja framboð Glucksmanns fyrir sinn eigin smáflokk, og hann er mjög góð duglegur, hann talar mjög vel og er mjög skýr. Og Hikar hann talar eins og hreinn vinstri maður. En má ég spyrja, hvernig stendur á því að Mélenchon sem er svona ágreiningur mikill vinstra megin, ekkert síður heldur en hann fær náttúrulega mikla gagnrýni frá hægri. Hvernig stendur á því hann náði þessari stöðu sem hann er þó með? Já, hann var náttúrulega afskaplega skelegur og duglegur og sennilega á tímabili eini alvöru talsmaður fyrir vinstristefnu. Þá voru sem stórsjálfstæðisdóttirnir ekki neitt, kommunistar líka. Hann var eiginlega eini kosturinn. En hann náttúrulega hefur það elst og nokkuð gamall og svo ergist hver sem eldist. Frakkland er náttúrulega stórt land og fjölmenn þjóð, og þarna á sama tíma eins og þú ert að lýsa að uppruni flokks Le Pen má rekja til Vichy-stjórnarinnar og andstöðunar við að gefa allsýr frelsi, og við þekkjum svolítið að það er svona, liggur við að sé svona eins og fasísk taug alltaf, hvernig lögreglan mætir mótmælendum og öðru slíku. En svo er Frakkland líka mjög frjálslynt og þekkt fyrir það að geta haldið uppi umræðu samfélagið. Sumleyti var andstaðan við nýfrjálshyggjuna öflugri þar heldur en eiginlega allstaðar í Evrópu. Er það kannski að sama gerast núna í Frakklandi og kannski í Bandaríkjunum, að það sé einfaldlega klofna á milli þessara svona ólíku hugmynda hvert Frakkland á að fara? Já, það virðist vera. Náttúrulega það gamla öfgahægri sem maður segir, það nú þessi menn sem voru með eftir Vichy-stjórninu og frönsku allsýr, þeir eru eiginlega komnir úr leik. Flokkurinn Le Pen hefur stemt að því að ýta þessu mönnum til hliðar, en þeir taka þá upp hægri stefnu á öðrum forsendum. En mér sýnist það að eins og mjög víða þá sé klofningurinn að aukast milli þessara hægri þjóðernis
sinna og svo þeirra vinstri sinna sem náttúrulega móti frjálshyggjunni og móti þessar frjálshyggjustefnu. Það má ekki gleyma því að Macron, hann hreinn frjálshyggjumaður. Stefnan núna hrein frjálshyggja, það sé einkavæða allt mögulegt. Núna í áföngum verið að einkavæða sem sé járnbrautarkerfið og það hefði verið lýst yfir, það myndi aldrei verða einkavætt. Og svo alltaf verið að draga úr öllum stuðningi við þjóðfélagsmál, eins og ég sagði áðan bæði með ellilífeyri og atvinnuleysi. Og það kemur í ljós, menn hafa ekki veitt þessu athygli að þú að sjá að Macron ríghaldi einhverjar frjálshyggjukreddur sem löngu búið að afsanna. Þegar hann að tala að draga úr atvinnuleysisbótum, þá leggur enga áherslu á þann sparnað sem af því muni hljótast, en hann verulegur. Hann talar staðir það að með því að draga úr atvinnuleysisbótum þá megi auka atvinnu og koma kannski á fullri atvinnu. Því hann trúir því, það útþvældu klisju frjálshyggjumanna, að það séu atvinnuleysisbæturnar sem skapi atvinnuleysir. Að menn vilji heldur lifa í vellýstingum, praktulegu atvinnuleysisbótum heldur en að vinna. Það er náttúrulega gjörsamleg fjarstæða og margsinnis verið afsönnuð endanlega. En sem sagt þetta kemur oft fram til dæmis þegar hann sagði að atvinnuleysingjar þyrfti ekki að fara yfir götuna til að finna vinnu. Og þegar það voru einhverjir atvinnuleysingjar sem voru að mótmæla hvernig stefnunni, þá sagði hann af hverju eru þeir að standa og mótmæla í staðinn fyrir að leita vinnu. Og hann trúir því, eins og frjálshyggjumenn yfirleitt, að sé næg að vinna þá ef menn bara vilji vinna og nenni að vinna. Þetta náttúrulega svo ömurleg klisja, frjálshyggju sem frá 19. öld, þá var þessu haldið fram og þá var þetta rök gegn því að koma á atvinnuleysisbótum. Þetta voru deilur á Íslandi á 7. áratugnum þegar var að vera að koma atvinnuleysisbótum hér, en þá voru maður að lesa þingræður frá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins sem nákvæmlega þetta sem þú ert að segja. Já, þetta náttúrulega fjarstæða, á að eiga menn að halda því fram að kreppu árun stafað á því einhver óskapli letibylgja hafi breiðst út heim. Þess vegna hafi menn verið atvinnulausir. Þessi menn eru ekki bara fóta sig ekki á raunveruleikanum. Þeir eru staddir einhvers staðar út í einhverjum kenningaheimi sem á sér engin rök. En við höfum aftur með þetta til flokks Le Pen. Myndirðu segja að það væri flokkur sem að styddi nýfrjálshyggjuleg Ég held að í raun og veru gera hann það, Hann vísum að gefa sig út fyrir að vera eitthvað félagslegri heldur en aðrir hægri flokkar, en í raun og veru held ég hann aðhyllist frjálshyggju, Þannig enda með því fær hann stuðning, fær hann fjárhagslegan stuðning, og það sem hann setur í stað fyrir að leggja áherslu á þjóðfélagsmálin og vanlíðan Frakka, þá hann bara að kenna innflytjendum vandamálið og því að einhver þjóðleg og kaþólsk gildi séu ekki virt nógu mikið. Á bakvið þetta maður sem heitir Bolloré og hefur ofurauðkýfingur sem hefur fjölmiðlaveldi mikið. Og þegar hann að kaupa upp fjölmiðla og eftir það þá kemur áróður alveg lengst til hægri og það var hann sem magnaði Zemmour upp og skapaði Zemmour sem pólitíkus. Því hann var eiginlega rithöfundur og blaðamaður áður og hann vildi einmitt koma einhverju bandalagi hægri manna lengst til hægri og það mun vera hann meðal annars sem að hvatti þennan mann úr gamla gólistaflokkum til að ganga til stuðnings við Le Pen. Erik Ciotti. Þannig þarna á bakvið eru auðstéttir. Í þessu tilfelli held ég þetta sé auðætt sem að má meðal annars rekja auðsinn til nýlenda frakka í Afríku. Það má vel vera. Já. Ég held meiri að segja að þessi maður tengist Íslandi vegna þess að hann á pínundin hluti í félaginu sem keypti eiginlega alla íslenska tónlist þegar hún var seld. Hann kallar hann
Bolloré. Já, Bolloré. Hann á hlut sem sagt í fyrirtæki sem að keypti alla íslenska tónlist þegar hún var seld úr landi hérna daginn. Já. Það veit ég ekki. Hann með sko fingurnar allstaðar. Já. Og sem sagt að hans draumur var að fá alla hægri menn undir sama hatt og þá sem allra lengst til hægri. Hann ramkaþólskur, Bolloré, og frá Britanníuskaga og hann vill halda á lofti þessum kristnu gildum í lengst til hægri. Það litið svo á í Frakklandi að þetta séu gríðarlega mikilvæga kosningar eða litið á þetta sem kosningar sem eru bara svona truflun á daglega lífinu? Nei, menn líta á þetta sem mjög mikilvæga kosningar. Það alveg augljóst og hverju öllu því sem sagt og skrifað. Þannig að verður örlög Frakklands verða ráðin. Já, menn segja það menn segja það segir að 2 kostir. Annarkvort að Marine Le Pen nái einhvers konar meirihluta og þá getur hún myndað stjórn og búið sig sjálf undir að vera kjörinn forseti eða þá bara hreinlega þingi verði óstarfhæft. Og það verði að Macron verði greinilega í minnihluta en í meirihlutin séu tvö öfl þar sem annars vegar vinstri menn og hins vegar Le Pen. Þeir myndu náttúrulega aldrei koma sér saman neitt sem eðlilegt er. Til dæmis ein ástæðan fyrir því að engin vantrauststillaga gegn stjórninni var samþykkt hingað til þegar síðan að Macron missti meirihlutann. Hún er svo að hægri menn og þeir sem voru lengst til hægri og þeir sem voru til vinstri gátu aldrei greitt atkvæði sömu tillögunni, vantrauststillögunni. Annarkvort lögðu vinstri menn fram vantrauststillögu og greiddu henni atkvæði einir og henni sátu hjá þess að þarna Le Pen eða öfugt. Þetta verður spennandi að fylgjast með þessu og kannski fæ ég að slá á þráðinn hjá þér hérna fyrir kosningarnar aftur. Það hérna Jú, þegar að fara kannski eftir fyrir umfyllin eitthvað svoleiðis þar að þú sér til. Já, kæra þakkir Einar Már Jónsson. Og þakka þér fyrir sjálfum. Og við ætlum að halda áfram hérna að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. 60% Eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.